þá vendum við okkar kvæðið dálítið í kross. Ég er komin með, ég ætla að segja ég sé komin með sérfræðinga í sófann. Þeir eru ekki sunnansamt. Þetta eru Hjalti Ómar Ágústsson, hann er sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu og Inga Lóa Birgisdóttir frá Náttúrulækningafélagi Akureyrar. Verið hjartanlega velkomin. Takk. Við erum ekki alveg að fara að ræða sömu hlutina en samt erum við erum að tala um heilsu fólks og þú ert náttúrulega Hjalti ræður heilsu barna. Þá meina ég á þeim bara nánast geðheilsu. Já, við erum að Jafnréttisstofa er þátttakandi í verkefni sem heitir Sexan. Já. Sem er stuttmyndasamkeppni fyrir 7. bekki í grunnskólum landsins, öllum grunnskólum landsins. Já. Og hugmyndin á bakvið það er náttúrulega fyrsta lagi forvarnir og öðru lagi svona vitundavakning stafrænt ofbeldi. Já. Stafrænt kynferðisofbeldi og annað og fókusin er svolítið á að fjalla samþykki, tælingu og svona stafrænt kynferðisofbeldi almennt sko, sexting og það allt saman. Og það er búið að senda út sko á alla skóla landsins svona nokkurs konar kennsluleiðbeiningar eða leiðbeiningar hvar má finna upplýsingar hvernig á að gera stuttmynd til dæmis. Hver skóli má senda inn 3 myndir. Okay, wow. Og það er mega lengst vera 3 mínútur. Þetta er svona bara stutt og RÚV er með okkur í þessu. Ég er alltaf að gleymi örugglega en þetta er Jafnréttisstofa og Neyðarlínan og Ríkislögreglustjóri. Okay. Og fjölmiðlanefnd, RÚV, Menntamálastofnun og Samband íslenskra sveitarfélaga. Okay. Held að ég sé ekki að gleyma neinu. Og þetta er svolítið stór hópur á bakvið þetta og þessu verður dreift víða. Það er hægt að senda inn til 31. núna í janúar. Þannig að það er ennþá opið fyrir innsendingar á myndum. Og það verður svo stómnefnd sem að velur 3 bestu og þær verða sýndar á RÚV. Og hugmyndin er svo að náttúrulega bæði í vinnunni við að búa til myndböndin eru krakkarnir að læra. Við höfum náttúrulega nota þetta líka í upplýsingatækni og alls konar, þau eru að gera myndbönd og fleira, þannig að þau eru að læra um stafrænt ofbeldi og kynferðisofbeldi og annað. Og svo náttúrulega verða myndirnar sjálfar nýttar sem fræðsluefni. Og hugmyndin er pínuð svo sko, þegar ég fer að tala við 7. bekkinga þá kannski skilja ekkert hvað ég er að tala um af því að ég er ógeðslega gamall. Og hver er betri til að tala við 7. bekkinga en krakkar? Þau tala sama tungumálið og geta svona nálgast hlutin á hátt sem að þau skilja sjálf sko. Þannig að það er í rauninni líkil hugmyndin á bakvið þetta og vonandi verður þetta svo bara árlegt, ekkert endilega sama efnið en svona árleg stuttmyndasamkeppni fyrir 7. bekki. Já, ég skil. Þetta er semst í fyrsta sinn sem þessi samkeppni er haldin. Já, þetta er bara og þetta tengist Jafnréttisstofu þannig hátt að við erum ábyrgð á einni aðgerðin í því sem við kallum forvarnaráætlun sem var þingsályktun forvarnir með barna og ungmenna kynferðis og kynbundið ofbeldi og því. Og þannig, það er búið að vera rosa mikil vinna, ég reyna svona að stilla saman strengi, að við séum svolítið að vinna saman, öll á leiði sömu átt, ekki hvert í sínu horni að búa til fræðsluefni eða átöku eitthvað, þannig kom það til að þessi hópur svona var alltaf að stækka og alltaf fleiri og fleiri sem að vinna saman að þessu. Og það er svolítið sú stemming sem er í gangi núna, að við séum svolítið við erum öll að fara í sömu átt sko og reynum bara að vinna saman á það. Því allir viljum við það sama sko. Akkurat, niðurstaðan á alltaf að vera minna ofbeldi og meiri vellíðan og betri heilsa. Og þessi vinna hlýtur að vera komið til af þeirri ömurlegu staðreynd að þetta öskrar á mann sko. Þetta er vandamál. Þetta er risavandamál. Já. Sérstaklega stafrænt kynferðisofbeldi er gríðarlega mikið vandamál og á eftir að aukast bara. Já, og telfræðin alveg skelfileg. Hversu margir krakkar hafa fengið beiðni að senda af sér nektarmynd og svo framvegis. Þetta er svo hryllilegt. Sko. Já, og þetta er bara, ég meina, ný tækni er bara þannig að hún hjálpar okkur og er svo góð en svo er alltaf hægt að misnota hana líka. Og svo náttúrulega er eitthvað spurning hversu vel krakkarnir gera sér grein fyrir því að það sem þau eru að gera er ólöglegt. Já, akkurat. Það er líka þáttur í því. Akkurat. Og þarna náttúrulega, þetta er grunnurinn, þarna náttúrulega er sko Þarna geta orðið til hlutir sem að brýta niður virði okkar til framtíðar og það er nú ég veit að þú sem manneskja Inga Lóa Já, takk. hefur áhuga á og spáir í sem heilsumarkþjálfi og þess þar. En þú ert nú hins vegar hér sem frá Náttúrulækningafélaginu. Já. Hér á Akureyri. Jú.
Ég er formaður Náttúrulækningafélags Akureyrar. Og hvaða starfsemi fer þar fram? Heyrðu, við náttúrulega erum einmitt að huga að bættri heilsu allra. Akkurat. Það er svona slagorðið okkar og að öllum geti líðið vel í eigin líkama og borða hollt og hreyfa sig og allt það. Og ég meina, og hvernig, þú veist, hvaða fólk er að leita til, þú veist, hvernig er starfsemin? Ég meina, er þið með námskeið eða er fólk að koma til ykkar eða, þú veist, ef maður hugsa náttúrulækningafélag þá sé ég fyrir mér sko grasaferð og te, til dæmis. Jú, ég hugsaði það einmitt líka sko, þú veist að ég þyrfti örugglega að vera sko grasalæknir eða eitthvað til þess að fara í þetta félag. Ja, akkurat sko. En svo fór ég bara að kynna mér hvað væri í gangi og það er einmitt þetta, þú veist, ég þarf ekki að vera eitthvað gúrú, ég bara get verið ég og ég kem þarna og það eru alls konar fræðslur, fyrirlestrar og námskeið og málþing og annað sem að bara vekur áhuga og bara hvað er verið að gera í dag og hvað er hægt að gera til að bæta heilsuna sína og það áhersla á einhverjar aðferðir sem að lúta ekki að því að fara í apótek eða sem sagt að ná sér í lyf. Nei, og gott á dæmi segi það vegna þess að sko sá sem stofnarinn í Náttúrulækningafélagið var læknir sko. Já, einmitt. Og Jónas Kristinsson og hann náttúrulega gera hluti 1944 sem að fólk held að hann væri bara kleikaður, skilur. Þetta borða grænmeti og eitthvað svona bara, nei. Já. Þannig að, og hann var kannski ekki endilega inn á þessari lyfjalínu eins og er svo mikið í dag. Já, akkurat. Og svo erum við núna að gera rosa spennandi hluti og sem við erum að koma með málþing núna, sem að var í nóvember fyrir sunnan og er að koma til Akureyrar, við ætlum að fá hann Andra Æsland til þess að koma og tala kælingu. Já. Og fara í kalda potta og þú veist, heila líkamann í gegnum köld böð. Gegnum köldu böðin og sjósund og svo allt það. Já, og svo ætlum við líka að fá annað konur til þess að tala sjósund. Mér skilst að þeir sem að fara í sjósund verði alveg hútt á þau, sko. Það sýnist mér, ég á nokkra vini sem að virðast stunda þetta á kappi. Ég tengi ekkert. Hitt var ekki neitt, sko. Nei, en það er bara vegna þess að ég er þægindadýr og mér hrýs hugur við ísköldum sjó í Íslandsstrendur. Já. En hvenær er þetta málþing, segirðu? Þetta er bara núna á þriðjudaginn. Þetta er bara verður haldið á Hótel Kea, já, ok. 7:30. Akkurat. Og mér finnst þetta mjög spennandi að ég er ekki þessi kalda potta típa, sko. Nei. Ég segi eins og þú, ég vil helst vera hlýtt. Ég segi stundum að ég hafi fæðst í vittlausu landi, ég átti að vera prinsessa í heitu landi en ég er bí á Íslandi. Ég er til það líka. Ég líka. Ég dæmis vinn í kjól, þannig að Já, þannig að þetta er samt, eins og ég segi, þetta er mjög spennandi einmitt að finna sína leið til þess að fá heilsuna sína. Og Náttúrulækningafélagið er alltaf að koma með það sem er í gangi núna og bara hvað getum við gert til okkur líði betur. Nákvæmlega. Náttúrulega svo bara fyndið verna þess að, þú veist, við þrjú höfum aldrei prófað þessa kælingu og erum svona pínu sem svipaður staður og fólk í 44 var gagvart grænmeti. Þetta væri bara geðveiki, þannig að við erum alltaf að læra hvað er heppilegt fyrir okkur. En aftur að þessu mikilvæga málefni sem er baráttu gegn stafrænu ofbeldi og því. Hvenær fer þessi stuttmyndagerð í gang og hvenær er þetta? Já, keppnin er í rauninni í gangi bara. Hún var kynnt fyrir áramót og innsendingarfrestur er til 31. Og þetta nánar upplýsingar þetta eru inn á 112.is. 112? Já. Ok. Neyðalínan heldur utan þetta og þar er gríðarlega mikið upplýsingum ofbeldi og kynferðisofbeldi til dæmis. Starfandi ofbeldi og annað, þannig að það er frábær vefur til að fara inn og kynna sér. Og í gegnum hann er svo hægt að fara inn og senda myndir inn til RÚV. Þannig að við hvetjum alla grunnskóla landsins til að vera með og ég hugsa að það verði nú ekki erfitt að fá krakkana til að taka þátt í að gera stuttmynd. Haldið varla, en það er ekki skilafresti til 31. janúar? Já. Ok, menn er ekki byrjar, þá þurfum menn nú aðeins að fara... Menn þurfa að fara að spýta í lófana, sko. Ermar, já. eins og þú. En mér finnst þetta bara svo brilljant nálgun að fá krakka til að gera myndbönd krakka fyrir krakka. Bæði vegna þess að krakkar skilja krakka
og já, fólk á sama aldri og sömuleiðis líka, og ég vona Sigrún Stefánsdóttir sem var hérna með okkur áðan fyrirgefa mér, en þú lærir mest þegar þú bara svona learn by doing, með því að gera hlutina, það situr í þig, það manstu. Það er klárlega máli og það er náttúrulega hugmyndin á bakvið þetta að krakkarnir séu að læra og sérst svona vekja athygli á málefninu og að þau séu svo fræða hvort annað. Það er bara þá situr þetta líka hérna í frekar en einhver fyrirlestur frá einhverjum sem að þeim finnst alveg afgamall og svo verður þetta sýnt á RÚV. Sérst þessi 3 myndbönd sem eru valin á dómnefndinni verða sýnt þar og myndböndin verða náttúrulega til og vonin er svo að þau verði þá notuð bara í kennslu í grunnskólanum. Akkurat, það er líka frábært að fá svona nýtt efni, ég hlakka til. Já. Herðu, hjartans þakki fyrir komuna, allir á fyrirlestur og í sjóböð og svo framvegis. Takk fyrir. Og ég hlakka til að sjá afræksturinn að þessari samkeppni. Það ger ég líka. Hafið það æmilega gott. Takk. Sömuleiðis, takk. Og einhverjar auglýsingar og svo heldur þátturinn áfram.